aflmikla vél. Og síðan var það Gunnar Guðjónsson. Búinn að lengja vilja sinn hjá sér. Og hann fekk 300 stig í fyrstu þraut eins og Árni Kópsson. Það mætti fjöldi áhorfenda á fyrstu keppnina. Nú hér Sverrir Þór á geltinum. Þetta það fyrir 700 hestafla rokkur sem þarna á ferð. Sverrir Þór vantaði hins vegar tilfinnanlega reynslu þegar hann tók keppni í vor. En það smá saman að koma hjá honum. Og í síðustu keppni lenti hann í 3. sæti. En við erum í annarri þraut í bílanum stórfærunni í Grindavík. Og það Árni Kópsson sem hér á ferð, Íslandsmeistarinn frá í fyrra. Og hann komið 600 stig eftir 2 þrautir. Það sjálf að Guðbergur gerir, hann fekk 285 í fyrstu þraut. En hér bilar hjá hann ökvæðstýri og hann fær aðeins 25 stig. Það getur reynst honum dýrkeypt. Og þá það Gunnar Guðjónsson. Brautin orðin óslétt og hann fær aðeins 225 stig. Þannig að það munar 75 stigum á Gunnari Guðjónssoni og Árna Kópssyni. 3. þraut. Mjög laus í upphafi og síðan talsverð torfæra þarna efst í brekkunni en Árni fer nú samt upp. Og með fullt hús stiga. Hér laust og síðan kemur hart undir. Þannig að hér góð fjöðrun aðalatriðið, auk þess að menn verða að hafa kraft til þess að koma þessum tækjum þarna upp. Og Guðbergur hefur kraftinn og hann hefur fjöðrunina og hann hefur vökvastýri í lagi. En það hann alla leið, rétt eins og Árni. 610 stig á móti 900 stigum hjá Árna. Nú Gunnar Guðmundsson blandaði sér í toppbaráttuna í Grindavík. En hér vantaði þó hestlumunin. 715 stig. Sturla Jónsson fór ekki rétta leið í þessari 3. þraut. Og við sjáum að hann hættir ekkert við þó hann sé kominn hér yfir í aðra þraut sem reyndar þraut fyrir götubílaflokkin. Og þarna satt Sturla fastur. Hann komst að vísu niður en ekki upp. Þá erum við að sjá hvað Gunnar Guðjónsson gerir hér. Eitthvað ragur þarna. Hann aðeins með 665 stig. Og Sverrir Þór. Hann með vél í bílnum sem kölluð svo kölluð Big Block. Hún mjög þung þessi vél og það kannski helsti ókostur galtarins, hvað hann þungur. 4. þraut, Guðbergur fer þetta létt. 300 stig, komið 10 stigum meira en Árni Kópsson áður en Árni fer í þessa þraut. Og Gunnar Guðjónsson fer hvert alla leið, hann ekki komið með afturhjólinn í gegnum hliðið sem þýðir frádráttur og hann fær aðeins 280 stig. Þá það Árni Kópsson með örugga forystu í þessari keppni þegar þarna var komið sögum. Og hér held ég að Árni hafi nú gert mistök þó hann hefur sloppið með það. Það var kannski heldur ákveðin þarna þegar framhjólinn koma í bakkan. Fær mikið frákast. Og hann bæði heppinn og eins eldsnöggur að átta sig á aðstæðum. Með því að gefa í hér þá forðar hann því að
heimasætan fari hring, hugsanlega. Þá það þraut númer 5. Gunnar Guðmundsson fer hér en bílinn gengur ekki nægilega vel hjá honum. Það hefur verið svolítið vandamál bæði hjá Gunnari Guðmundssoni og Sturlu að þeir hafi ekki haldið bílunum nægilega vel í gangi og það hefur eins hrjáð Gunnar Guðjónsson aðalega fyrri partinn í sumar. Hann fær aðeins 85 stig hérna. Þá sjá hvort Árni fer eitthvað lengra. Og hér brýtur Árni aftur drif og saga þess drifs svolítið sérstök. Þetta drif var í bíl hjá Árna á síðastliðnu ári og skemmdist og eftir því sem mér kunnugt þá það drif sem brotnaði þarna samansett úr 2 drifum, kambirinn úr einu og pinjóninn úr öðru og með ólíkindum hvað það hefur enst. Hálft síðastliðið sumar og síðan fram í fyrstu keppni núna. En Guðbergur hér á ferð með tilþrifum eins og sjá má og áhorfendum leiðist það ekki. Þá það 7. þraut sem einhver svo lengsta sem farin hefur verið í torfæri hér. Það beint upp þessa fjallshlíð og það virkilega erfitt að ganga þarna upp. Þetta svo bratt en þessi brekka stóð ekki fyrir torfærutröllunum. Þeir fóru nánast allir þarna upp. Gunnar Guðjónsson gerði það hins vegar ekki. Bíllinn fór að hoppa hjá honum og hann náði ekki að láta hann hætta því fyrir en hann stoppaði bíllinn. Árni fær enn einu sinni 300 stig. Hann er 1615 stig. Af 1800 mögulegum. Það er geysilega góður árangur hjá Árna í fyrstu keppninni. Og Guðbergur með 350 sérflött vél, það byrð 350 hestöfl. Hann er með nitro í bílnum en hann hins vegar notaði það ekki í fyrstu 3 keppnunum. Og lokastaðin í bílnum torfærinni, Árni Kópsson sigurvegari með 1882, Guðbergur Guðbergsson stakk sér upp fyrir Gunnar Guðmundsson í síðustu þraut sem var tímaþraut og Sturla Jónsson kom í 4. sæti. En þá það torfæran á Akureyri, Hótel Stefaníu torfæran. Halda okkur á sömu slóðum eins og í hinni torfærinni. Við ætlum að fylgjast aðalega með Gunnari Guðjónssoni, Guðbergi og Árna Kópssoni. En hér hins vegar Óðinn Magnússon á frúnni, gömlu heimasætunni. Og eins og í fyrstu keppninni þá stöðvaðist hún í fyrstu þraut. Óðinn komst af þessu fyrstu þrautina en ekki lengra. Það fór hjá hann bæði vél og stýrisgangur. Það er Helgi Schjött. Hann fór ekki rétta leið, reisti hér villisinn sinn upp á endan með þessum afleiðingum. Slapp að vísu óskaddaður úr þessu. Sem betur fer. Kemur hér illa niður á framhjólið og beygði fjaðrahengsli en honum tókst þó að gera við og halda áfram keppni.
Sjáum hvað Gunnar Guðjónsson gerir hér. Fer hann aftur fyrir sig eins og Helgi? Nei, hann bara fer upp. Ærlega gert hjá Gunnari. 255 stig. Hann kominn hér talsvert norður fyrir hliðið sem hann á að fara í gegnum. Hér kemur ljós hér hægra megin á skjánum. Og hann fer í gegn með annan helming bílsins. Þá það Guðbergur. Honum gekk illa í Grindavík. Bíllinn var ekki í lagi hjá honum í þraut númer 2 og hér bíllinn ekki í lagi hjá honum í þraut númer 1 og hann fær aðeins 65 stig. En Árni Kópsson hélt uppteknum hætti. Fór þetta með glæsbrag og fékk fullt hús. Það var þraut nummer 2. Eins og ég sagði áðan átti Gunnar Guðjónsson í smá vandræðum með að halda bílnum í gangi. Þetta stór mínus að drepa svona bílnum og renna að auki aftur á bak. Og erfitt að leggja af stað aftur í svona brekku. Gunnar lætur það samt ekki stoppa sig. Og aftur deyr á honum. Og nú að sjá hvort hann klárar þetta og fer síðustu brekkuna. Hún löng, hún laus og í henni frákast miðri. Og hann fer ekki lengra, fær aðeins 185 stig. Sjáum frákasti vel hér. Það var Gunnari Guðmundsssyni að falli. Hann rúllaði þarna niður, eina veltu á hjólinn og keyrir svo í burtu eins og ekkert hefði skorist. Það var Guðbergur kominn þetta langt að þess að drepa á og fella dekk. Já, og alla leið. Glæsilega gert hjá Guðbergi, 285 stig. Og Árni Kópsson. Guðbergur ekki ógn við Árna þarna í þessari keppni þar sem Guðbergur fékk aðeins 65 stig í fyrstu þraut. Og hér lendir Árni í þessu frákasti og fer út fyrir hliðið. Fær því ekki nema 205 stig. Það ekki nóg að komast upp, það verður að fara rétta leið eins og dómararnir hafa vakandi auga með. Og enn drepur Gunnar Guðjónsson á. Og enn tekst honum að komast að stað á alla leið án þess að hafa hraða. Guðbergur fer þetta ótrúlega nett. Þetta glæsilegt. Hann hefur ekkert fyrir þessu. Og ekki Árni Kópsson heldur. Árni kom með 805 stig. Var það fjórða þraut. Hún var svolítið flókin, löng og talsvert að beygjum í henni. Guðbergur bakkar. Það 30 mínus.
fór heldur og langt hérna til vinstri og varð að hætta við, annars hefði hann oltið niður. Tekur þarna eitt dekk. Hann er á réttri leið. Missi bílinn hér aðeins mikið til vinstri og þarna vinstra megin er þverhnípt. Það var að sjá hvað Árni gerir. Útlit bílsins er skapað eftir mynd af Lotus og það verður að segjast eins og að þarna hefur tekist vel til. Þetta er einhver fallegasta grindin sem tekur þátt í torfærinu í sumar. Nú Árni Kópsson fór hins vegar ekki rétta leið, hann fór út úr brautinni tiltölulega neðarlega og það skipti ekki máli þó hann færi upp á toppinn. Hann fær aðeins 105 stig, hér er hann enn á réttri leið, tekur síðan hægri beygju, kemur hér til okkar, í staðis að fara aðeins lengra til vinstri frá okkur, fer hér vitlausum megin við dekk og þar með skiptir seinni hluti brautarinnar engu máli. Árni tapaði fullt af stigum þarna og Gunnar Guðjónsson á þá möguleika á að klóra aðeins í forskot þarna. Hann fer rétta leið. Já, á alla leið. 270 stig. Fimmta þraut, mikill hliðarhalli og síðan snarbrött brún. Árni fer nú alla leið að 300, komið 1210 stig. Þetta er þraut nr. 5 og svo næst síðasta í keppninni. Sturla Jónsson. Hann reynir búinn að affelga, missa loftið úr vinstra framhjóli. Átti ekki möguleika. Það er kannski hægt að stoppa, en Sturla heldur ávallt áfram að reyna. Tekur hliðarhallan hér vel, lætur bílinn snúa upp í brekkuna og vinna á móti þyngdaraflinu. Hér hefur Sturla trúlega fundið fyrir því að bílinn væri á leiðinni með velta og ætlaði að bjarga sér út úr því með því að gefa í. En við sjáum hverjar afleiðingarnar urðu. Vonandi hefur Benz grillið góða ekki skemmst í þessari veltu eins og gerði á Egilsstöðum í fyrra. Nei, það er ekki að sjá að það hefur skemmst. Og Sturla fagnar þessu á viðeigandi hátt í blúnduskyrtunni og rauða röndótta jakkanum sínum. En Gunnar Guðjónsson, hann er að fara í sömu þraut, fer það geysilega vel og alla leið meira að segja og tímabili leit út fyrir að hann væri að missa aflið í vélinni. Hann er með 1260 stig. Það er með í fyrsta sæti. Hér héldu, já, nánast allir nema Gunnar að það myndi drepast á bílnum, en það var nú aldeilis ekki á því. Þá er Guðbergur. Þetta er ótrúlega létt fyrir hann þegar maður er búinn að horfa á þetta. Hann hafði ekkert fyrir þessu.
og sárt fyrir Guðberg að fara af stað í fyrstu þraut með brotinn öxul. Dýrt fyrir hann. Katara leyndi aldrei blanda sér í toppbaráttuna. Síðasta þrautin á Akureyri og Gunnar fór ekki langt, 1370 stig. Hann hefði þurft svolítið meira stigum hér. Árni Kópsson eftir, hann veit hvað hann þarf að fara langt, svona nokkurn veginn til þess að komast upp fyrir Gunnar. Gunnar næstum búinn að velta. Og það verður pínumikil sprenging þarna í vélarhúsinu þegar hann með vatnflytja. Guðbergur, hann hlýtur að fara upp eða hvað? Nei. En hann fær 160 stig, 165 stig. Og það er það sem Árni þarf. Hann fær 165 stig til þess að komast upp fyrir Gunnar Guðjónsson. Og við erum búin að fá að sjá það hvað Árni þarf að fara langt. Og við skulum fylgjast með Árna í síðustu þrautinni. Og þetta er með ólíkindum að heimasætan skuli fara hér upp. Hún var nánast stoppuð. En Árni hélt bara áfram og upp fóru þau bæði. Notar frákastið til þess að skutla bílnum yfir dekkin 2 sem afmarka brautina og kemst þar alveg örlítið hærra upp heldur en Guðbergur. Nær þar í eitthvað grip sem Guðbergur hafði ekki. Og upp fór hann og loka staðan Árni Kópsson í fyrsta, þá Gunnar Guðjónsson, Guðbergur og Sturla í 4. sæti. En minni munur núna heldur en áður, yfirburðir Árna Kópssonar ekki jafn afgerandi. Já, komið bless og sæl. Nú er verða bara rétt bráðum vitni að stórviðburði hérna í torfarekstri. Þegar ég ætla nú að freista gæfunar með að keyra upp þessa gífurlega stóru brekku hérna framöndan. Nú og ég ætla nú bara að leggja, þið fylgist bara við, allt í leið. Hald ég þetta er nú verið léttur leikmann, ha? Nú við sjáumst bara í næstu brekku, ha? Ég held ég fara að setja þetta bara fyrir mig, ha? Nú, þetta bara... Ekki tóta. Já, komið sæl. Nú eins og alþjóð hefur fylgst með hérna á skermirinnum, að þá gekk mér alveg ótrúlega vel upp síðustu torfæru. Sem var nú svona mjög stór mínum mati. Nú að festmarinn kom með batterið í sig, að þá jákvæði að fara hérna yfir þetta gljúfur hérna við framann. Nú það ætti að vera lítið mál fyrir leikmann, fylgist ég bara með. Nú það held ég að vera lítið mál. Nú held ég að Kóksson megi fara að vara sig, ha? Já, komið sæl aftur einu sinni enn. Nú, þar sem við höfum náðst alveg stórkostlegur árangur á þessum öskömmu tíma, þá hef ég ákveðið að fara hérna yfir eina erfiðustu brekkuna. Nú, þessi stórkostli árangur hefur aldrei náðst á þessum jeppa sem afurður Sari. Nú við skulum sjá hvað hann getur hér. Fylgist nú vel með. Nú við reynum bara áfram. Þetta getur oft góð fyrir.
pláss að vera að monta mig nokkuð, þá held ég hef náð það miklu árangri að ég ætti nú að skreppa á keppninu á Hellu og laugardaginn og blanda mér í útslitin. En áður ég geri það, þá ætla ég að gera eina æfingu enn. Takið nú vel eftir. Augnablik. Já, komið blessu og sæl aftur eins og nenn. Nú, þá erum við konur að síðustu brekkunu og loka æfingunni fyrir loka keppna, sjáu þið. Loka keppna á laugardaginn, í toffari keppna á Hellu. Nú en, það er náttúrulega næsta víst að ég náttúrulega fer á morgun í bíl upp á Benno og kaupi mig hjálm. Það er alveg næsta víst. Nú skulum við bara fylgjast vel með. Augnablik. Nú en þá er það Hella. Björgunarsveitin fyrir austan hafði, Björgunarsveitin á Hvolsvelli hafði lagt mikla vinnu í að skipuleggja þessa keppni og gert það með mikilli prýði. Þeir voru snöggir að afgreiða þá áhorfendur sem komu á staðinn og þeir voru margir og bílastæðin voru góð fyrir áhorfendur. En við byrjum í fyrstu þraut, þar byrjar Gunnar Guðjónsson. Fyrst svolítið brött sandbrekka og síðan mikill hlíðarhalli yfir á snjóbrú og svo er hér smá brekka í viðbót. Já, þetta er sennilega rétt ákvörðun. Já, og svo er það kasturinn og... Nei, hér vantaði hestinum hjá Gunnari. Það er langbest. Þetta var frábært alveg, meistarafættar. 175 stig. Alveg meistarafættar. Frábært. Hún var erfið fyrsta þrautin. Já, þetta nú auðvitað. En í heild held ég að brautarstjóra hafi tekist nokkuð vel að leggja þrautir fyrir þessa bíla. Það er erfitt að meta það með augunum einum saman. Hve erfiðar þrautir á að leggja fyrir þessa bíla því þeir eru farin að fara alveg ótrúlegastu torfærur. Þessi var á einu bíl á hann hjá Gunnari. Og svona hitt og þetta sem hann hér. Maður sem skoða það betur. Jæja, þá skilur það. Allir tilbúinn og svo á stað. Háleikur Árni í hann. Hann kom hér að minnstakosti við annan dekki, búinn að taka 3 dekk. 225 stig fær Árni. Fær 75 stig í mínus. Hann tekur hérna 2 dekk, 3 dekk og 4. Og þá er það Guðbergur. Honum gekk illa bæði á Akureyri og í Grindavík. Hann tekur hér 2 dekk, 3 dekk, 4 dekk. Jafnmörg dekk og Árni. En kemst ekki alla leið. En fær þó 240 stig. Hann eru fleiri stig en Árni Kópsson. Já, ég veit það, alveg bara. Það er hugsanlegt að dómarar telji að hann hafi aðeins fellt þessi dekk með sandinum og að líka að hann fari ekki jafn langt út fyrir dekkin 2 sem eru við snjóinn. Árni fór töluvert lengra út fyrir með vinstra afturhjólið. Kára Sturla, hann tekur nú bara hreinlega til á brautarkantinum. Fer alla leið en brýtur öxul í leiðinni. Fær 210 stig.
Gott hjá Sturlu að fara alla leið. Þá er það þraut númer 2. Árni Kópsson fer fyrstur þremmenningana. Mikið frákast efst í þessari braut. Það meiri sé 2. Árni reynir nú ekki alvarlega hér. Þetta gæti hugsanlega reynt mjög mikið á einstakar hluta bílana og brotið eitthvað, þannig að menn eru ekki að fórna neinu. Já, Gunnar fer aðeins styttra en Guðbergur. Þriðja þraut. Nokkuð skemmtileg þraut. Það er í henni hlíðarhalli og mjög laus sandur. Og 2 beygjur, ein vinstri beygja og ein hægri beygja. Úps, Árni drepur hér á, stoppar þó ekki alveg en fer hálfur út fyrir brautina hér og hann fær mínus fyrir það. Það er aðeins 225 stig, 630 alls. Óheppinn að drepa á hérna hann Árni. Þá er sjá hvað Guðbergur gerir. Svona kann mjög vel það sem af er þessari keppni. Tekur þessa braut alveg lista vel. Hann hefur ekki komið við dekka ennþá. Og hvað, ætlar hann ekki að fara upp? Jú. Hann bara eykur hraðan hann í sandinum. Missir hins vegar einbeitinguna augnablik hér, tekur eitt dekk hann í lokin. 285 stig fær hann. Þá er það Gunnar Guðjónsson. Hann er snillingur í að aka í hlíðarhalla. Beitir bílnum alveg frábærlega vel þar. Hvert ætlar hann hér? Hann fer bara alla leið. Tekur sama dekkið og Guðbergur en fær hins vegar 10 meira í mínus. Sýnist hann þó ekki taka hann með 1 dekk. En hann fær hans 275 stig. Guðbergur fyrir 285. Þá er það Einar Bendisson á flugunni. Hann verður síðasti bíll hjá okkur í dag. Við höldum áfram þessari upprifjun næstkomandi laugardag. Og við munum byrja og hefja leikinn hér. En þangað til verið þið sæl. Komið þið sæl og velkomin í þennan íþróttaþátt á laugardaginn. Eins og þið kannski vitið þá hefur staðið mikill styrr það hvort að Kumó-rallið, alþjóðlega rallið sem átti að hefjast á miðvikudaginn, hæfist. Ég get frætt ykkur á því að það hefst á miðvikudaginn og það verður ekið svona nokkurn veginn eins og sótt var um. Fyrsti dagurinn verður Reykjanesið en þó verður Reykjanesum sjálfu sleppt. Annar dagurinn verður upp í Borgarfjörð, þriði dagurinn upp í Kerlingafjöll og fjórði dagurinn inn í Landmannalaugar. Ég brá mér af því tilefni út í bæ og hitti nokkra rallara.
Jón á að taka þátt í Kúmórallinu Að sjálfsögðu. og á hvaða sæti á að stefna? Fyrsta sæti og ekkert annað. Bara keyra yfir metróin? Já, eða bara biðja hann að við erum svo vinsamlega að víkja. Það verður skemmtilega fyrir alla. Nei, sko, þetta langt rally og erfitt og það þarf þol og það þarf að spekulera mikið í þessu rally til að komast í gegnum það heill. Við sáum það best í fyrra. Við vorum ágætis tíma en við vorum ekki heilir. Nú heyrði ég kjarnmikið viðtal við þig á aðalstöðinni. Hefurðu fengið einhver viðbrögð við þessu viðtali? Já, ég hef fengið viðbrögð við því. Hvers konar viðbrögð? Ég skal segja það að það hefur verið að tala við fólk hérna bæði á bílasölunni og annar staðar og sammála mér því sérstaklega hvað við ykkur almennur umferð. Fólk orðið þreytt á þessu sama tuði í þessum mönnum sem að vilja ráða og sýna hvernig þetta á að ganga allt saman fyrir. Allar skýrslur sýna það, við erum ekkert betur staddir en við fyrir 30 ára síðan eða 40 ára síðan. Það þarf eitthvað nýtt. Þessi menn alltaf bara að segja brostu í umferðinni, farðu hægt og farðu gætilega, nógu hægt, þannig að þú sofnir örugglega undir stýri. Þetta er bara orðið rugl, þetta eru tóm vitleysa. Þessir menn sem þú ert að tala þeir líta á árekstur sem eitthvað sem ekki er hægt að flýja eða koma í veg fyrir, bara keyra nú hægt þannig að tjónið verði eins lítið eins og mögulegt er. Það má segja það. Horfðu bara á þetta, keyrðu bara í östur umferðinni, sjáu hvernig menn eru sofandi. Þeir veit ekkert á hverju akrein þeir eru, þeir veit ekkert á hvaða akrein þeir eru að vera. Þeir eru svona mest á góni í kringum sig og svo allt í einu dundrar þeir á okkur og voðalega hissa á því. En takt eftir því að þú keyrir 10-15 km hraðar, þá þarf það að fara að spekulera í umferðinni. Og þá getur ekki leyft þér að dotta. Þetta er mín skoðun á þessu máli, alveg hiklaust. Hefurðu fengið einhver viðbrögð frá fólkinu gagnvart rallinu sem slíku? Já, það er minna vegna það er miklu þrengri hópur. Hitt er náttúrulega þeir sem eitthvað fylgjast með rally og þeir sem hafa svolítið fylgst með þess að við skulum þurfa að standa í þessu stríði ár eftir ár, alltaf fyrir alþjóðlegu rallykeppnina. Það kann ekki góður lukka stýra og það eru einhverjir menn þarna sem eru svona eins og ég sagði í þessu viðtali, anti-rallistar miklir. Það eru menn sem eru að mótmæla einhverju sem þeir vita svo ekki hvað það er að versta. Ef þeir vissu nú hvað þeir eru að mótmæla, þá verður það gott. En þeir verða að gera sér grein fyrir því og það er tími til kominn að taka þetta í alvarlega umræðu að svo lengi sem að maðurinn lifir, þá mun að reyna með sér. Og farðu bara á búnaðarsamkomu eða hátíð eitthvað, þar eru kannski fílættir karlmenn að reyna með sér í pönnukökubakstri. Af hverju? Því maðurinn með þetta eiginlegt að þurfa að keppa um allt. Frá því smá strákur á hjóli og ætlar að vera fljótari en sigg í næsta húsi. Þetta er bara svona. Og þeir geta aldrei klift þetta í burtu í bílunum. Það er hreina línur. Þeir eru að hjálpa okkur við þetta, styðja við bakið okkur, þá lagast þetta allt. Hvað geta rallara gert til þess að kynna þessum mönnum hvað og hversu örugg þessi íþrótt er? Þeir þurfa náttúrulega fyrst og fremst að fara á fund til þessara manna, en þeir þurfa að fara á fund til þeirra sem jafningjar. Þeir líta á sig sem yfir þetta allt saman hafna. Þetta er eitthvað sem þeim kemur ekkert við. Á meðan þessi menn geta ekki setjast jafnfætis okkur og rætt við okkur að fullri skynsemi, þá náum við aldrei árangri. Það er kannski ekki ráð bara að bjóða þeim í bíltúr? Heldur betur. Og það gerðu þeir í fyrra á rallyinu hérna vorum við sjálfið fyrir Öskuhauga. Þá buðum við lögreglunni að vera með og þar kom einn af þessum yngri mönnum, sagði Dímir Rúnar eina leið. Hann lærði gífurlega mikið á því að sjá hvað er að ske. Þess betur gera sig grein fyrir hvað þarf að gera fyrir okkur, þess að loka þessum leiðum. Og ég segi það að það eru elstu mennirnir, topparnir og stjórarnir. Þeir vilja ekki skilja þetta. Látið þeir völdin eftir til yngri manni í þessari stétt. Þá er ég ekki hræddur um árangur. En þeir þyrftu þá ekki að láta völdin af hendi ef þeir færu sjálfur eina ferð í svona rallybíl? Nei, bara allir séu menn til þess. Þá þurfu þeir að viðurkenna ákveðið eftir. Og þetta var Jón Ragnarsson. Ég hitti einnig Steingrím Ingason. Ég sagði frá því í síðasta þætti að hann hefði keppt á bíl í svokölluðu Gengi N og hann hefði keppt í Madrid. Það var alls ekki rétt hjá mér, en við skulum leyfa Steingrím að segja sjálfur hvað hann var. Ja, Steingrím, þetta var nú tóm vitleysa sem ég sagði í síðasta þætti. Hvar varst að keppa? Ég var að keppa á Madeira. Madeira er eyja sem tilheyrir Portúgal, 1000 km suður af Lissabon, skammt norður af Kanarí reyndar, Kanaríeyjum, og það var líka, ég var að keppa á grúpu A-bíl, ekki grúpu N eins og þú sagði um daginn. Og í hvaða flokki varst að keppa? Við vorum að keppa í flokki 1600 kúbika rúmsentimetra og minni bíla. Og það var sá flokkur sem okkur tókst að vinna. Og hvernig bíl keyrðuð þið? Það var Opel Corsa, smíðið í Bretlandi. Þetta er glænir bíl, við leigðum hana fyrirtæki í Bretlandi. Og virkilega skemmtilegur, ekki náttúrulega kraftmikill eins og rúmtaksstærðin segir til en mjög skemmtilegur og hann hentaði sérlega vel á malbiki þarna. Þetta var eingöngu malbik sem við keyptum á. Nú fýsir ábyggilega marga til að vita hvað kostar leiga á svona bíl ef við sleppum flutningnum og öllu slíku? Það er ekkert leyndarmál. Leiga á svona bíl kosti ekki svona 300.000 til 400.000 í ralla þessari stærðargráðu. Síðan tryggingar fyrir utan það. Og hvað fylgir með í þessum 300.000 til 400.000 króna pakka? Í honum fylgir bíllinn tilbúinn í rall
og ásamt varahlutum tiltaks og rekstur á honum í rallinu hvað varðar til dæmis bremsuklossa og slíkt en ekki dekk eða bensín. Hvað með þjónustu liða og þjónustu bíl? Það var svona hluta til innifalið og síðan hluta til viðbót því að við vildum gera þetta almennilega og fengum góðan þjónustubíl sem keyrði frá Bretlandi og þarna niður og mannskapur líka. Það að láta stela af sér sigri í flokk í Evrópukeppni, er það ekki það sárasta sem menn geta lent í rally? Ég held að sem ég þá. Mitt rallferill hefur ekki verið þrautalaus en þetta var langmestu vonbrigði sem ég hef náttúrulega orðið fyrir. Það sem gerðist þarna og á náttúrulega alls ekki geta gerst í svona stóru og sterku keppni. Þetta er ein af sterkustu Evrópukeppnunum, ein af þeim 12 sterkustu og þar með kannski ein af 20 sterkustu rallkeppnum sem haldnar í heiminum og margir aðilar sem vilja fá að halda svona keppni. Það sem gerist virðist vera það að eftir að fyrstu úrslit eru birt sem voru rétt að öllu leyti, hver einasta sélega var rétt hjá okkur og rétt lagt saman. Síðan nokkrum tímum seinna þegar endanlega úrslit eru birt og okkar réttur til að mótmæla eða kæra gafst eins og öðrum keppendum, þá var búið að breyta endanlegri tölu án þess að breyta nokkuð öðru, sem sagt kemur út eins og að tölvan hafi lagt vitlaust saman og við vitum náttúrulega að það gerist ekkert og við fengum ekki skýringu á þessu. Vegna þess að við áttum von á eða vorum með þetta allt saman rétt að keppninu lokinni, þá áttum við ekki von á nokkrum breytingum og fylgdumst ekkert með þessum síðustu úrslitum frekar en aðrir keppendur sem höfðu fengið rétt úrslit að fyrsta lokinni keppni. Og formsins vegna, sem er mjög ákveðið í svona keppnum og harðar reglur, þá höfðum við ekki möguleika á því að fá þessum úrslitum breytt. En það var eins og mjög sárt að fá ekki neina skýringu, afsökun eða neina skýringu að þessum. Frá því að lokaúrslit eru birt og þá hefst kærufrestur sem er 60 mínútur og menn hafa tíma til þess að gera athugasemdir. Hvað leiður langur tími frá því að lokaúrslit voru birt og þangað til að þið eruð varir við þessa breytingu? Við vorum akkurat það bil á mínútunum sem að þessi frestur var að renna út, að spjalla við þá. Þetta var svo, og er svo einfalt mál að mér þetta ekki hug annað en að þeir myndu leiðrétta þetta bara sín vegna, láta þetta ekki koma upp. Það er að segja án kæru þá? Án kæru, og reyndar vorum við kannski konið 3-4 mínútur fram yfir þann frest sem við höfðum. Og ég trúði því ekki fyrir en síðan klukktíma seinna að þeir ætluðu virkilega að láta þetta standa og ekki reyna á bara diplomatískan hátt að leysa þetta. Nú jæja, þú færð annað tækifæri, að vísu ekki Evrópukeppni, nú er að hefjast Kumar-rallið, ætlar að vera með þar? Já, ég ætla að vera með, það verður ekki farið það sama góð undirbúningum eins og við fórum í þessa keppni þarna úti. Þá kemur þessi klassíska spurning, á hvaða bíl ætlar að vera á bílnum sem þú varst að smíða í vetur? Nei, ég ætla ekki að vera á hann, ég ætla að spara hann. Nei, hann er ekki tilbúinn og því miður. Það fór mikil tími í þessa utanlandsferð, við vorum þarna lengi og byggum okkur vel undir þessa keppni og lítil tími verið til þess að smíða nýjan bíl og með að halda einum rallybíl gangandi yfir sumarið og verðum að þessum gamla. Á hvaða sæti á að stefna? Við erum sendt á nokkuð ákveðið sæti, þetta er langt rally og ómögulegt að vita. Við ætlum ekki að keyra með neinum látum. Láta hverjum degi nægja sína þjáningar? Já, ég held það. Ég hef aldrei farið kannski svona, já, ég veit ekki hvort að segja illa undirbúinn, en ég hefði litlum tíma undirbúning og fer svona þessi, kannski afslappari þessi keppni en oft áður. Veit, hvaða hag sér þú að því að kosta svona framkvæmd eins og þessa rallykeppni? Nú, eins og nafni bendir til að þá erum við að auglýsa okkar vöru sem eru Kumho-dekkin sem við erum sölu aðilar að, innflytjendur og okkur finnst þetta að vera réttur vettvangur til þess. Nú, við höfum staðið í þessari baráttu með Bifreiðaíþróttaklúbbnum, verið í keppni og þetta er svona okkar vettvangur, við leiðum við styrkjum klúbbinn, auglýsum við okkur. Ert þú hættur að keppa sjálfur? Ja, hættur? Nei, ég er ekki hættur. Ég fór í eina keppni í fyrra sumar og þá hafði ég ekki farið í rally í 5 ár og hafði óskaplega gaman af, eins og ég segi, ætla síðan 4 ár þá myndi ég farið í næstu keppni. Og þú ætlar ekki að vera með í þessari keppni? Nei, ég ætla að sjá svona aðra hluti hérna með stjórnendum, vera hérna til taks, en fylgist með svona félag.
Verður boðið upp á einhver aðstöðu hérna hjá ykkur til þess að fylgjast með rallinu? Já, væntanlega verðum við með aðstöðu hérna fyrir fólk. Við verðum með 800 fermetra húsnæði hérna, þar sem að fólk getur komið og fylgst með keppendum þegar þeir koma í mark á kvöldin. Þetta verður sem sagt 3 kvöld og þarna inni verður viðgerða aðstaða fyrir keppendur og þeirra starfslið, og það er mjög fróðlegt fyrir fólk að fylgjast með þegar það þarf að gera við kannski marga hluti á mjög stuttum tíma, mikill asi. Og við verðum væntanlega með vídeóupptökur sem frá degi til dags sem að fólk getur skoðað, fyrir utan það kaffi og með því. Nú en þá skulum við bregða okkur til Egilsstaða, fylgjast með götubílaflokki í seinni torfærinu á Egilsstöðum, og þetta var hörkukeppni. Það voru 7 ökutæki sem voru með í götubílaflokki og 7 ökumenn. Með rásnúmer 1 var Rögnvaldur Ragnarsson. Hann er frá Hrafnabjörgum, ekur Bronco 66 með 6 strokka 250 vél. Það hefur háð honum talsvert, bíllinn er ekki mjög kraftmikill. Hann fer þó hér upp fyrir 30 skiltið, fær 115 stig. Nú, þá er það Sigurður Ólafsson. Sigurður er með 350 Chevrolet vél. Geysilega kraftugur mótor. En það er ekki nóg fyrir Sigurð. Hann fær aðeins 95 stig hér. Hann er kominn út fyrir brautina. Það var Steingrímur Bjarnason. Hann brýtur hér eitthvað, hefur aðeins átaka framhjól. Það er 50 stig og varð frá að hverfa og lenti því í 7. sæti með 50 stig. Hér er kominn Gunnar Pálmi Pétursson. Þetta er Ford 42 og karfan er öll úr áli. Og hann fer hér langlengst, 195 stig fær hann. Og þá er það Steingrímur Árni Þorsteinsson. Villi 74, margbúið að leggja hann á hliðina í rólegheitum fram til þessa. Já. Og einu sinni enn. Og hann braut þarna hjörlið eða draglið. Og það lék honum bensín úr bílnum. Það er verið að gæta þess að missi ekki bílinn aftur á bak niður brekkuna. Já. Jú, hann hangir þarna. Steingrímur Árni fékk 170 stig, er það í öðru sæti til þessa. Gunnar Pálmi Pétursson 195 stig. Hér er kominn Finnur Magnússon, hann ekur Willys Victor 5 350 Buick. Þessum bíl ók áður Stefán Sigurðsson og Finnur Magnússon fær 125 stig. Og þá er aðeins einn keppandi eftir í fyrstu þraut, það er Ríkharður Jónasson. Ríkharður ekur Willys 46 með 302 Ford.
það er hér svona samningaviðræður upptökurétt. Það er eins gott að hafa beltin vel föst. Geysilega mikill rokkur í þessum bíl. Og nægilega kraftmikill til þess að brjóta hér eitthvað, þannig að það hefur kannski farið örlítið lengra ef ekki hefði látið undan þarna riðbúnaðar aftan. Og hann fær þó 190 stig, 5 stigum minna en Gunnar Pálmi. Þá er það þraut númer 2, þar byrjar Sigurður Ólafsson. Að sjá hvað Sigurður gerir. Hann fekk ekki nema 95 stig út úr fyrstu þraut. Já, þetta er nú kannski full bratt. Hann fær þó 180 stig og er það komið með 175 stig samtals. Steingrímur Bjarnason var frá að hverfa og hér er Gunnar Pálmi ekki í framdrifinu, fær aðeins 30 stig og er það komið með 125 stig. Og það var Steingrímur Árni Thorsteinsson. Servismenn fyrir Gunnar Pálma, koma strax, farin öxull hægra megin og það er Árni. Já, farin öxull hjá Gunnari Pálma Pétursinni, hægra megin að framann. Steingrímur fær hér 170 stig, þá er það Finnur Magnússon, nýliði eftir því sem ég best veit. En við sjáum hvað Finnur gerir. Já, þetta er nett. Já. Hann fær 180 stig og er það komið með 305 stig. Þá er það Ríkharður. Já, það var ekki verið að hika við það hérna, var nú kannski aðeins svo langt í þann til hægri. Fær þá 195 stig og er þá komið með 375 stig og er í efsta sæti. En Rögnvaldur Ragnarsson á þá eftir að fara. Já, hann seglast gamli Broncóinn, 205 stig. Mestan sem fékkst úr þessari þraut. Steingrímur Árni í þriðju braut. Og ekki fór hann nú lengra. Gunnar Pálmi Pétursson fékk 60 stig í þessari þraut. Steingrímur Árni 155. Finnur Magnússon fékk 90 og hér kemur Ríkharður Jónasson. Fer hér örlítið lengra heldur en Steingrímur Árni og fær 165 stig. Rögnvaldur Ragnarsson fékk 95 stig og Sigurður Ólafsson 130 út úr þessari þraut. En við vindum okkur hins vegar beint í fjórðu þraut. Ríkharður Jónasson með forystuna. Í öðru seti Steingrímur Árni Thorsteinsson. Og í fjórðu braut byrjar Ríkharður Jónasson. Finnur Magnússon hefði nú átt að vera þarna fyrir framan. Vá, já. Nú Finnur Magnússon átt að vera þarna á undan honum. Fór ekki í þessa þraut. Og þar lendi 0 stig. En Ríkharður byrjar hér með látum og fer ekki lengra að sinni en fær 60 stig. Þá sjá hvað Rögnvaldur gerir. Já, hann er heldur ekkert að hika þetta. Já. Hann riðist aðeins lengra, 80 stig. Það felgar hægra megina framann. Ekki þó þegar hann lendir. Það
ekki fyrir hér sem að loftið fer úr. Hann er búinn að missa bílinn alltaf langt til hægri og er að reyna að beygja til vinstri. 80 stig, 20 stig meira heldur en Ríkharður. Og Sigurður Ólafsson. Komst þarna lengra til vinstri heldur en hinnir. Fær 85 stig. Og þá að sjá hvað Gunnar Pálmi og Steingrímur gera hér í þessari þraut. Hún virðist nú vera mjög erfið. Já, þetta er nú ekki búið enn. Þetta er þó refsing. Hann fór stigum á þessu. Já, hann fær ekki nema 75 stig. Sem er kannski alveg í það mesta fyrir hann. Þar sem hann stoppaði.